Og ef ég skildi Morgunblaðið rétt í frétt sem þú sendir á mig, þá hefur hatursglæpum á Íslandi fjölgað gríðarlega mikið á stuttum tíma. Og þetta hljómar agalega. En svo maður hugsar, það sem telst til þessum hatursglæpur að mála fána yfir annan fána. Sem í alvörunni kannski bara alltaf svona menntaskólalegur grikkur meir en nokkuð annað. Þú veist, ef maður hugsaði þannig. Þetta ekkert stórt statement, sko. Og sennilega hefði taktískalega leið til að bregðast þetta var bara að sækja hérna háþrýstisbrautunar, sópus af og laga regnbogafánann aftur en allt í einu fáið þessa frétt og það mynd að búið að stúka þetta af eins og hérna svona kræmsýn og lögreglan að reyna að signala eins og hann getur og hann sé að taka þetta alvarlega. Svo líka bara að hugsa þetta hugmyndum haturs orðræðu. Ég svona tjáningarfrelsis absolutisti. Ég með mörk, þau liggið í þú mátt ekki hvetja til ofbeldis eða skemmdarverka. Akkurat. Sem sagt, ég held að þetta sé fyrst og fremst tæki til þess að reyna að þakka niður sjónarmið. Maður sé líka hvað hefur verið margt verið lauslega skilgreint sem hatursorðræða. Maður sé dæmin sem við fengið eins og frá tölvöfta dæmin frá Bretlandi og líka frá Þýskalandi, þar sem að fólk hefur verið handtekið fyrir eitthvað sem það situr á Twitter eða einhverja samfélagsmiðla. Stundum ykkur í geðsæringu og eitthvað sem ekki smart að setja á samfélagsmiðlana, en þannig að þú kannski yfir þetta 2 ára fangelsi fyrir það og þessi dregin í gennum réttakerfið, það þetta algjörlega galið. Það galið. Fólk að tala að þetta sé hræðilegt að það séu nafnlausir aðgangar að lýsa einhverju svona hægri skoðunum sem kalla hægri aukaskoðanir. En manni finnst ofta á tíðum að þessir nafnleysingjar séu að ryðja veg sem að, og náttúrulega Elon Musk með því að kaupa Twitter og breyta í x.com að náttúrulega að snúa við þessari gríðalegu þöggun og stundum þá þarftu nafnleysi til þess að benda á að keisarinn sé nakinn. Af því að þú í ríki keisarans áttu bara á hættu að vera tekin af lífi ef þú bendir á það. Það náttúrulega alltaf möguleiki. Og þannig ég sé þessa nafnlausu x.com aðganga í mörgum tilfellum bara vera óbáslega mikilvæga af því að þeir eru að snúa við umræðu sem að hefur verið tróðin niður og þögguð af hugmyndafræðilegum aktivistum. En það ekki þessi útvíkun það raunur allt sem hægri það sé sem sagt einhvers konar fasismi. Við sáum þetta líka, það var ekki fjölmiðlanefnd sem birti þessi skýrslu þar sem að var hægri vinstri hvað hópað með þeir illa við og vinstrin var sérstaklega illa við íhaldsmenn. Nú íhaldsstefnan í sjálfu sér bara frekar falleg hugmynd það að fara sér varlega varðveita það sem er reynst vel þú veist og þú veist, við erum öll eitthvað stær í okkur erum við íhaldsmenn, þú veist, fólk sem náttúruverndarsinnar eru í þeirri hugsun að vilja varðveita náttúruna því að hún hafi gildi í sjálfu sér. Conserve nature. Íhaldsmenn voru fyrir vinstri, þá þungur stór bita kingja, en ég meina fyrsta velferðarkerfi í heiminum var byggt upp á íhaldsmennum í Þýskalandi, Bismarck, þannig að þú veist, þetta bara svona fyrst og fremst alveg gríðalegu pragmatismi sem að einkennir íhaldshugsunina. Sem óbærslega erfitt að segja að það sé bara vond í sjálfu sér. Þannig að en vinstri aktivistum hefur tekist að demonisera íhaldi þannig að það sé bara með öllu illt og minna sama þú veist, ég meina bara skoðar frjálshyggju hugmyndafræðina, ég held að við höfum tekið að stór feilspúr í aðranda hrunsins í nafni frjálshygjunar. Frjálshyggjan sem hugmyndafræði hins vegar ótrúlega góð hugmyndafræði sem slík, sérstaklega á tekurna sem víðari hugmyndafræði heldur en bara þrönga markasínuna, bara þessi áhersla á frelsi einstaklingsins, á tjáningafrelsið og annað slíkt, og frjálshyggjan hefur átt svona ákveðið comeback frá mínu bændur séð í menningarstríðinu sem málsvarar tjáningafrelsisins sem bara líkil baráttuaðili þar, þannig að en þú veist, það er eitthvað það að fólk ætlar að mála andstæðingin alltaf upp sem einhvers konar skrimsli. Það er svo hvarta fólki yfir polariseringu. Ef við ætlum að draga úr polariseringu þá þurfum við öll að geta talað saman þvert og allar þessar átakalínur. Náttúrulega eitt sem hefur komið í sambandi við rannsóknir kringum grúmingaskandalinn í Bretlandi. Það að þeir einfaldlega líta á hvítar stelpur sem óæðri tegund.
þannig að þeir eru basically að gera sekir rasismann sem að vestræn samfélag eru sífellt að refsa sjálfsög fyrir. Það líka kannski það sem gerist, sko, það sem ástandið í látröð samfélag með alltaf þannig að þú gerir ráð fyrir að allir sér að svindlaðir. Og ef allir að svindlaðir þá er betra fyrir þig að svindla þeim áður en að og ef ykkur er bara vitleysingur sem að bara gefur þér eitthvað af góðmennsku sem neitt saman, þá skuldar hún ekki neitt, hann er klárlega bara vitleysingur. Þegar þú færð einstaklinga inn í samfélagi sem að koma þessu umhverfi, þetta er hugafarið sem er komin í samfélagi með. Þeir upplifa það ekki endilega sem eitthvað sem þeir þurfa að endurgjalda að hafa verið skaffað hús eða eitthvað slíkt, sko. Ég er ekki að segja að við höfum ekki að taka á móti flóttamunum til þess frá meinaríkjurum. Ég er frekar hlynntur því að við gerum það, mér finnst þetta eins og að gera það vel og taka við eins mörgum og við ráðum við að gera það vel. Það þarf að vera alveg skýrt að það fylgja hvað er því að fá þennan stuðning. Og eina af kvöðunum er þú þarft að tilenga þér ákveðna nálgun á En hvert er uppsætið? Akkur er þetta hlynntur því að við gerum það? Hreinlega bara á mannúðarsjónarmiðum. En væri ekki þá miklu nær við þessa ríku fyrirrandi nýlendu þjóðir myndu frekar bara dæla fé í uppbyggingu og mannúðaraðstoð á þeim stöðum þar sem að þess er þörf í staðin fyrir að færa öll vandamálin yfir til okkar? Jú, en það er pínu erfiðar að segja heldur en að gera það. Þegar, sem sagt, var ekki 2016 þegar Ísrael bakkar út úr Gaza, minnir að vera þá, ég er ekki með ártala á hreinu. En sem sagt, Ísrael bakkar út úr Gaza afhendir palestinumönnum yfiráðu yfir svæðinu, en þeir skilja eftir alls konar infrastruktúr, framleiðslutæki og annað slíkt. Þetta hefði átt að geta verið startið af frekar blómlegri uppbyggingu fyrir Gaza. Það gerist ekki. Hamas basically eyðileggur þessa hluti. Þannig að það er borin von að reyna að hjálpa þessu fólki heima á sér. Ég meina stundum er þetta bara þannig. Þú veist þannig að Hamas hefur enga hagsmuni af því að lífið verði blómlegt í Palestínu. Hamas hefur alla hagsmuni af því að íbúar Gaza þjáist. Því meiri sé þannig að eins og hefur bara komið fram sem sagt hlutum sem hafa lekið frá þeim að því sýnilegri sem þjáning íbúa Gaza er fyrir umhverfum, því betur er það fyrir málstæðin. Þetta er náttúrulega eru bara ídeológar sem eru sko með einhverja sturlaða hugmyndafræði. Og konur og börn sem deyja eru bara píslarvættir sem eru málstæðanum til góða fyrir þá. Já. Þannig að sko í þannig aðstæðum sko, hvað getum við raunverulega gert til að byggja eitthvað upp þarna sko, sem ekki myndi fela sér að þurfa þá að afvopna Hamas. Ég held til dæmis að þú tekur inn unga kallmenn frá Gaza, þá eru nánast flestir að fengið þjálfun hjá Hamas, hafa verið aldrei upp í rangri hugmyndafræðilegri innrætingu hjá Hamas. Þetta er gríðarlega stórt verkan að taka móti svona einstaklingi og sjá til þess að hann getur fungerað í samfélagins okkar. Fyrsta spurningin okkar er, ráðum við það yfir höfuð? Næsta spurningin er svo, ok, hversu margar ráð við? 5, 10, 50, 100? Raunsætt séð. Ég held að frálsynda góða fólki sem er að berjast fyrir því að við göngum Evrópusambandið sé að berjast fyrir því að við göngum inn í ríkjabandalag sem að sennilega verður undir stjórn svo kallara hægri populista. Það lítið aldrei mikið þannig núna sko. Ég heldur að hægri populistinu muni ná yfir höndin í Evrópusambandinu líka? Ég finnst það frekar líklegt. Ekkit endilega þannig að þeir verði sko einir með völd, en það sem ég held að gerist muni, að það tekur tíma, en á einhverju tímúti muni svona hófsamari íhaldsflokkar sem þess að halla sér meiri áttina þeim, bara einfallega því að það er strategist að gera það. Það hefur verið ótrúlega kænst allstaðar í evrópskum stjórnmálum að þrátt fyrir að þessir flokkar hafa fengið kannski mest fylgi eða næst mest fylgi, þá eru þeir alltaf útilokaðir. Það eru alltaf neita allir að vinna með þeim og þeir eru svona settir út í horn sko. Það er veggur sem það eru konar tölvöra sprungur í sko. Þannig að það sem ég held að vandamálið liggur, þetta er raun og veru bara svona strúktúralt vandamál ekkur leiti, meðan sem sagt miðjan neitar að tala þessa hluti og er tilbúin að kalla alla rasista sem að segja eitthvað gagnrýni þetta, þá eru einu flokkanir sem að tala þetta eru populísku hægri flokkanir. Það sem að gerist fyrir vikið er að fólk fer þangað.
þeir eru einu sem að klárlega að hlusta og vinna með þessi málefni. Það atriði ekkert endilega að sko allir kennarar séu balanserar, heldur kannski að þeirra heildin orðin skekkt, þannig að fáir ekki ólík sjónarmið í mismundi námskeiðum. Og það er kannski það sem ég meira áhyggjur af að sko félagsvísindin þau hallast alltaf mikið til vinstri. Og ég meina ég eyddi allir minni hund á katt tíð þannig fyrir svona 4 árum meira minna viðlóðandi vinstrið. En sem sagt hvað breyttist? Það sem breyttist my villain origin arc það var ungkona sem fer í meistaranám í Bretlandi sem ég hafði unni með og hörku klár. Hún sendi mig tölvupóst svona mánuð inn í önnuna og segði mig hvað málið með transfóbíuna í Bretlandi. Og það sem að ég hugsaði tímúti, já, ég verði eiginlega að setja minni í það. Þessi tímúti, það var ég alveg með þetta reyna. Þetta er Bretland Turf Island, það eitthvað skrítið í gangi á feministunum, það allar brjálaðar og hérna. Og það er aldrei sett minni í þetta. Þannig ég hugsa, ok, ég ætla að fara hún í þessa kannúli. Og það er á þessum tíma cirka þegar hérna Kathleen Stock, heimspekiprofessor í Sussex, minnum að verið, að segja af sér, að segja starfið sinu bara vegna ofsókna. Hún hafði gefið bók sem að heitir Material Girls sem að fjallar líffræðilegan raunveruleika kyns frá heimspekilegu sjónarhorni. Og þannig allt í einu stendur maður og að horfa á, þú veist, eitthvað fólk með, svartklætt fólk með grímu fyrir andlitinu og blís, brennandi líkneski af henni og þetta er bara mjög hrottalegar aggressívar árásir. Og þannig að ég svona einhvern veginn fór alla leiðinir á botni þessari kannúli og komst að því að þetta er eitthvað sem að lítur út allt öðruvísi heldur en ég hélt að það lítur út. Ég held að vera bara, já, þetta transfólk til og allir eiga rétt að vera til og eitthvað svona, þú veist, og ekki hugsa mikið þetta. Kjölfarið af því þá eiginlega bara svona fyrir svona keðja í gang þar sem að ég hérna horfi á til dæmis kafun í hérna anti-racism pælingarnar sem að eru stóru í Bandaríkjunum og sé að það er bara nákvæmlega sami í gangi, sami strúktur á hugmyndunum, sama átakalínan, þetta var allt bara nákvæmlega sama dæmið. Og eiginlega kannski svona síðasta haust fyrir tæpa ári síðan þegar að hérna, nei það er hún endar fyrir, það er 2023, var ekki 2022 þegar að hérna 7. október þegar Hamas ræðist á Ísrael. Við erum minna hlindur málstað Palestínumanna alla mína ævi en þannig er farið inn í Ísrael og það eru myrtir gríðalegu fjöldi á óbreyttum borgurum, körlum, konum, börnum. Mjög hrottalegan hátt, fólki rænt sem sagt. Og þetta var svona momentur um mig sem gerða verkum og ég hugsa að ég get ekki verið bara naívli með Palestínu lengur, ég verði að skilja hver í gangi hana og átta mig á flækjustíðinu og sem sagt, þannig að það er búið að vera svona falla ein blokkin af annari af hugmyndum sem ég held að ég hefði. Það sem gerðist á millitíðinu var það að ég dróst inn í einhverja svona meira svona, hvað ég var bara bloody woke. Það var bara bókið svo anskotin, sko, þannig að hérna og einhvern tímann langar mér að kryfja það hvernig það gerði, sko, því að þetta byrjar alltaf því að það byrja að skipta út hugtökum eða allt í einu tökum maður eftir því að fólk er að meina eitthvað aðeins annað með orðinu sem við höfum alltaf verið að nota heldur en að myndi áður og maður svona, ok, alltaf ekki, ég get alveg notað forréttindi frekar heldur en forskot eða eitthvað, þú veist en fattar ekki að maður að taka inn einhvern pakka af, sko, hugmyndum með því og svo allt í nefnum var bara að byggja svona einhvern infrastruktúr af hugmyndum, sko. Þetta er ekki, sko, einföld saga, þetta er saga sem að við erum með, sko, frönsku poststrukturalistarana Foucault og þetta allt saman. Við erum líka með hérna critical theory frá Frankfurt-skólanum sem að eru Habermas og Marcuse og þeir allir. En svo náttúrulega fer þetta í gennum alls konar filtera, sko, því að þú farið þetta yfir til Bandaríkjanna þar sem að þessi raun voru umbreytt í eitthvað allt annað, eða ekki allt annað en svona snúa þess upp á þetta og þá ferðu þessa, sko, þessa línu af hérna, hvað við segja, kalla gagnrýnar kenningar með critical theory. Já, critical race theory, queer theory er hluti af þessu, það er svona gender theory er hluti, sko, og umbreytingin frá, sko, kvenna fræðum yfir í kynjafræðin öll saman, það markeraði raun og veru svona
ákveðið shift í hugmyndum líka og þetta náttúrulega frá mínum bætu séð þetta í flestum tilfellum fyrst og fremst pólitísk hugmyndafræði sem dulbúin sem fræði sem dulbúin sem akademísk fræðigrein Ég ætla samt að setja hann fyrirvara, ég þekki alveg svona critical theorista sem að skilja þetta fyrst og fremst sem svona leið til þess að draga fram ákveðin element í samfélaginu án þess að ætla þetta þetta bara, eins og maður horfður á hagfræði líkan, þetta bara líkan, þetta ekki veruleikin, heldur bara svona eitthvað til þess að reyna að ná utan eitthvað sem að gerast eitthvað staðar. En mér finnst svona kannski yfirgnæfandi meirhlutina því sem að les þú getur til dæmis að þú lest efni eftir Ibrahim X. Kendi frá Bandaríkjunum, þá þetta fyrst og fremst pólitísk fróða. Að þínum mati hægt að sjóða þetta niður í marxisma, minna þessir frönsku heimspekingar og svona, það oft sagt að svona þetta þeirra leið til þess að halda marxismanum á lífi og í grunninn þá náttúrulega getum við séð rauðan þráði í þessu öllu að það heimurinn skiptist svona strangt til tekið bara í tvo megin hópa, það eru hinnir kúuðu og svo eru það kúararnir. Já, það eru algjörlega marxísk áhrif þarna. Það við vitum líka náttúrulega sem með Frankfurtarskólan, það sem þeir gera í raun og veru, þeir horfa á kenningamarx og segja þetta ekki að gerast. Lífskjör bara batna, verkalýðurinn bara ánæður með lífið, þetta ekki fólk sem að fara að bylta neinu, þannig að þeir byrjuð tók þetta beindu aðtingla menningunni umfram efnahagslífið og ákveða þar lægi raun og veru sóknarfærið fyrir vinstrið eða sósíalismann. En þessar krítísku kenningar, ef krítíkin beinist eitthvert sérstaklega, þá þetta náttúrulega bara gegn vestrænu þjóðskipulagi. Þetta að hinn vestræni maður og vestrænt samfélag sé í eðli sínu rasíst, það er kvenfyrirlitning og það er homofóbía og það er svona verið að sýna fram á að við séum bara barnana verst á plánutinu jörð. Þrátt fyrir að í meiri árangöldur nokkur annar í að bæta þessa hluti og þar alveg upplýði ég þetta svolítið sem þessar krítísku kenningar svolítið svona niðurrifskenningar gagnvart vestrænu samfélagi og að þú veist að reyna að brjóta þetta allt niður og bylta upp og nýtt með einhverjum nýjum áherslum. Er ég út á túni þar? Nei, ég farin að sjá þetta mjög mikið þannig og það er náttúrulega svona þessar ráðgátur eins og rauðgræna bandalagið og hvernig feministar geta staðið upp og varið stjórnvöld í Íran og alls konar svona hlutir. Þegar maður átt að sá því að markmiðið er einhvers konar samfélagsleg umbylting. Markmiðið að gerbreyta samfélaginu yfirvinna það hvar við erum í dag og gera eitthvað algjörlega nýtt. Þá vestræna samfélagsgerðin óvinur, það það sem þarf að yfirvinna. Svo ertu með hinum megin við línu, ertu með restina heiminum, þú með íslamistana, þú með alls konar svona post-colonial pælingar og þar raun og veru Vesturlönd eru óvinnurinn af því að þau voru dóminerandi, þau eru mörgleiti dóminerandi ennþá, þau eru sterkustu samfélögin svona, þó að reyndar að við sjáum Kína og Indland núna vera að vaksa mjög hratt og styrkja stöðu svona og þá raun og veru sjá þetta sem við á móti þeim og bandalagið það þetta sameiginlega hagsmunir að kollvarpa þessari vestrænu samfélagsgerð. Þetta bandalag alltaf getur aldrei gengið alla leið af því að á endanum hefur fólk mjög ólgar hugmyndir hvað á að taka við. Critical theorist sjá fyrir sér eitthvað svona fallegan heim mannjöfnuðar þar sem enginn segir nokkuð tíman ljótan hlut við neina aðra mannesku. Enginn móðgast. Nei, ég mynda mér að íslamistinir vilja fá að sjá útbreiða íslam og íslamska samfélagsskipan kínverðin eru með sitt eigið agenda þannig að þetta verður þessi svona flókni núningur sem að geta því að þessi bandalag mun aldrei halda til lengdar og geta ekki halda til lengdar en það útskýr af hverju bandalagi til staðar núna bandalag sem meikar fullkomlega ekkert sens.